Komið sæl og velkomin í þáttinn Öryrkjaráðið á Samstöðinni og gleðilegt ár. Við þökkum fyrir árið sem að líða, en nú erum við að sigla inn í nýtt tímabil í Öryrkjaráðinu og við erum að fá til okkar nýjan þáttastjórnanda, Júlíus Blomqvist Friðriksson. Velkomin Júlíus. Takk fyrir. Og við ætlum svona aðeins að bara kynnast þér, rappa við þig í næsta hálftíman eða ég, við erum svo sem ekki, það eru bara við tvö, það er ekki eins og séu margir tala ég eins og eins og ég sé margföld. En þú, allavega, þú skuli segja átt sögu langvinn veikindi og ert samt, þú ert í hlutastarfi, þú ert að vinna með líka öryrkjum og fólki sem er að byggja sig upp líka í kringum geðræn veikindi. Já. Segðu okkur aðeins frá því sem þú ert að gera. Sannast í Gróinni, ég er Þú styrst á Akureyri. Já, fyrir norðan. Já. Ég er verkefnastjóri Gróinnar, geðræktar. Þar vinnum við eftir valdeflingarmóduli, svipað bara eins og hugarblífuninni og við minnum mikið eftir efninu frá Daniel B. Fisher. Hefur kannast eitthvað það? En það er, fólk kemur þarna á sínum eigin forsendum og þetta er hvernig kallað svona lágþröskuldarúrræði. Fólk fengið viðtöl og við erum með hópastarfsemi. Lágþröskuldastarfsemi, það í rauninni það sem áður en að fólk fer eitthvað inn á heilbrigðisstofnanir í rauninni. Eða til dæmis fyrir meðferð inn á hvítabandi eða meðferð inn á einhverja geðdeildir. Þetta er meira bara hver sem getur í rauninni bara komið inn og þú þarft í rauninni ekkert að fara í gegnum. Nei, maður þarf enga tilvísun eða neitt svoleiðis. Nei, einmitt. Og alla virka daga er hópastarfsemi. Ef það væri ekki COVID, þarf að segja. Já, einmitt. Og það og til dæmis þegar áður en COVID skalla á þá vorum við með föndurherbyggi og hinn á þessa hópa sem að hittust til dæmis til þess að fara í göngutúr og svo eru teknir punktar fyrir í hverjum hóp fyrir sig og það eru 2 í hóp sem að leiða í hverju viku. Það er einn hópur á dag. Og já. Og þú ert þarna í verkefnastjóri kynningamála. Já. Og það felur í sér viðvera á samfélagsmiðlum. Já. Og auglýsingar. Og vefsíðan líka. Já. Og það skiptir bara máli að vera ábyrgandi og fólk viti svona hvað við erum að gera dagsdaglega og að sé einhver úrræði til. En segðu mér að því þú nú ég var einmitt að kíkja á efni frá þér sem að það er nokkur ár síðan að þú veikist sjálfur geðrænt. Já. Og skrifaði síðan alveg mjög flotta pistla í Kvennablaðinu þunglyndi og það að fara inn í geðhvörf og annað. Akkurat. Hvað ertu gamall þegar þú veikist fyrst? Ég það var ekki hægt að segja að ég hafi verið svona 17 ára þegar ég veikist fyrst. Svona 17-18 ára. Og dvela þess inn á geðdeild með mikla fordóma
Ég hélt að ég yrði Sjálfur, bara, þá sjálfur með mikla já, fötlun. ég hélt ég væri bara, nú bara lífið búið og mannorð mitt er bara ingenting núna og ég bara hælismaddur það sem eftir er. Já, það svolítið skraulegt tímabil. En sérst eftir að ég fór einhver lyf og þetta búið að vera svona uppur og ofan og svolítið bras og það var 2015 sem að ég verið kringum 20. Þar sem ég bara ákvað að fara að stúdera pólitík meira og vegna þess að mér fannst bara einhvern veginn bara lítið til af úrræðum og þú veist og vildi sjá hvort ég gæti gert eitthvað til þess að hafa áhrif á þetta bara á stöðunni í geðheilbrigðiskerfinu og fleira og já. Þú hefur unnið eitthvað með Pírötum, eða ekki? Jú, ég hef verið það svolítið í gegnum tíðina, síðan 2015 í sjálfboðaliða starfi, sett í alls konar ráðum og nefndum og það er bara eins og það er. Mjög lærdómsríkt að bara að starfa með alls konar fólki úr alls konar stéttum, það er svona mjög gefandi allan á mínum mati. Já. Og við getum haft áhrif gegnum svona félagsstarf. Já. Það er mín reynsla líka. Það er einmitt mjög gott. Það er svo gott að mynda að finna það, sko, þegar maður finnur að það er að virka. Akkurat. Það er einmitt ég tengdi það svo mikið bara skólagöngu ef að ég droppaði úr námi í kringum 18 ára aldurinn en hef farið svona skráð mig aftur alltaf með smá pásu minn á milli og það var alveg gengið ágætlega en ég tengdi mitt bara ánöngur við hvernig mig gekk í skóla og ef það gekk ekki upp þá var ég bara ekki gildur einstaklingur einhvern veginn. Þetta hljóma svo skringilega eitthvað en meikaði fullkomið sens þá einhvern veginn að bara ef mann gengur ekki vel í skóla þá er það bara markað og það bara út lífið. Er það ekki líka bara svolítið svona skilaboðin sem krakkar fá? Jú, ég held það að einhverju leyti. Það er rosaleg pressa. Það er rosaleg pressa. Og sérstaklega þegar skólaganga var stytt á sínum tíma. Ég veit ekki alveg hvernig það var með hvort að einhverju auka peningar hefur komið inn í þetta. En já, það er mitt, mér minnir að hafa sett mikla pressu á nemendur og já, bara krakka almennt að ljúka 4 á 3 árum en ekki 4 og ef það er ekki til nægilega góð umgjörð utan þennan hóp og að þetta er svo mikilvæg ár hvað upp á þroskan að gera og svona. Já. Þetta er örugglega, já, maður ímynda sér að þetta sé mjög kvíðavaldandi fyrir suma krakka að þurfa að klára stúdentinn á 3 árum í stað 4. Algjörlega. Og finnast maður ekki vera neitt ef maður klárar ekki á tilsettum tíma eða kemst ekki í háskóla eða eitthvað svoleiðis. Já. En svo aftur á móti að vita hvað maður vill raunverulega gera á þessum árum það er ekkert svo sjálfgefið. Nei, það getur tekið alveg sinn tíma átt að segja hvaða fög og hvaða master og hvað maður vill verða í lífinu.
Já, einmitt. Já. Já, einmitt. En hvernig, segðu mér aðeins við það að opna þig svona og fara að skrifa hérna, þunglyndi og annað. Fannstu fyrir því svona í þínu umhverfi þarna fyrir norðan? Tók fólk eftir þessu og var litið einhvern veginn aðeins á þig? Nei, ég held að það har bara verið mest megnis stuðningur og Já. bara svona, já, geggjað. Já, bara frábært að koma Það fram með sé þetta. ekki, já, heldur en eitthvað neikvætt. Þetta er orðið töluvert öðruvísi í dag. Það eru miklu fleiri sem eru að vera að opna sig og segja sína sögu. Já, einmitt. Eins og hérna man eftir eins og Kristinn Rúnar minnir mig hann heiti, hann gaf út bók sína raunir og hérna, já, náttúrulega bókina Skeiðins og fleira, þannig að og ekki bara eitthvað sem tekist þessu, það er bara maður sér miklu meira á því að fólk er að opna sig alls konar svona erfiðleika, átraskanir, þunglyndi, kvíða og fleira. Þannig að það er allt annað umhverfi og svona Við erum kannski smám saman að brjóta þessa múra. Já, ég held það, algjörlega. Það er ekki þannig þegar eftir því sem fleiri koma fram, sko, þá er þetta einmitt bara, já, þú líka, já, ok. Þetta er ekki einhver svona einn og einn, það eru svo margir að glíma við eitthvað svona. Já, en svo bara eftir því sem maður hefur búin að eyða meira í tíma í að skoða bara pólitíkina og hvernig hérna regluverkið er og hérna og þessar gryfjur sem að fólk lendir í og er á öruggu bara mörg ár og hefur ekki það er ekkert svona hvað skal ég segja það eru kannski meiri vísbendingar að kerfið sé ekki að standa sig í að styðja við fólk. Nei, einmitt. Bara eins og þegar fólk þarf að sækja aftur þegar fyrir börnin sín þegar eru orðin 18 ára og fyrir einhverja kvilla og staðfesta aftur og aftur fyrir eins og hérna ég veit ekki, ef maður missir fótlegg eða eitthvað hann græðir ekkert aftur. Nei, einmitt. Það er alveg, og svo er núna náttúrulega verið að breyta kerfinu svo hratt einhvern veginn síðustu árin eftir að líka hérna stemt var á starfsgetumat og það eru svona laumast inn alls konar breytingar sem að hérna eins og það að nú sko fær held í fólk yfirleitt ekki nema örorkumat nema held ég bara hvort er það 2-3 ár í senn. Það er mikið styttri tími. Já. Hérna áður var mikið lengri tími og það var einhvern veginn hugsunin var allt önnur. Hugsunin var svo að þú hefðir örorku, þú gætir unnið og ætti bara að vinna eins mikið og treystið til en örorkan væri bara trygging fyrir þig þegar þú getur það ekki. En núna er það þannig að sko þessi trygging þú þarft alltaf að vera að berjast fyrir henni. Akkurat. Og hérna berjast fyrir því að halda henni, berjast fyrir því að hérna fá hana aftur einhvern veginn og það er alltaf verið svona já, svolítið að berja fólk niður þannig að það hefur ekki þetta svigrúm til þess að sko láta til þess að ná að vera til dæmis út á vinnumarkaði í einhverju hlutastarfi eða ná að láta sig fungera því þá kemur alltaf líka svona fátæktar gryfja. Akkurat. Þannig að það er svo margt einhvern veginn við kerfið núna sem að er orðið alltaf einhvern veginn verra og verra á einhvern hátt. Á þess að það sé sett sko það er vel ekki búið að setja það í lög sko. Það eru svona reglugerðir og annað sem að geta styrkt þessu. Það finnst mér mjög einmitt sérstakt. Já, það er það. Það er það. Og eitthvað sem ég held að þessi þessna rosalega mikilvægt fyrir einmitt hérna
bara og einmitt þessi baráttusamtök öryrkjabandalagið og aðra bara fylgjast alveg rosalega vel með því hvað verið að gera núna við almannatryggingakerfið. Svona liggum við í skjóli næturs. Þannig að og bara alla sem að hafa einmitt áhuga á samfélagsmálum eða baráttunni. Akkurat. En þú hefur farið þá leið að reyna að halda þér út á vinnumarkaði. Þú ert ekki að ná að fá fulla vinnu núna eða? Þú ert í svona barningi. Bara svo margir aðrir. Atvinnuleysi þó nokkuð og maður getur bara talist heppinn að allan að hafa eitthvað milli handana. En já, það bara eins og það Já. Það náttúrulega ekkert sem að, já. En svo er spurning, einmitt, svo velti maður oft fyrir sig hvort að það einmitt, hvort að við sem erum með svona opinber veikindi, hvort að við séum síður ráðin í vinnu, af því að við séum ekki alveg 100% heilsuhraust. Já, svo náttúrulega það. Maður heyrir náttúrulega ekkert hvernig umtalið Nei, einmitt. Hvort það sé góður hlutur eða slæmur, en ég vil halda það að það hafi lítil minni áhrif af því að það ekkert allir sem er eitthvað ég held að fólk tali miklu minna eða sérst, já. Ég hef lesið rannsóknir, svona skandinavískar rannsóknir, þar sem að við erum síður ráðin í vinnu, Akkurat. En ég held samt að með því að einmitt tala meira bara sjúkdóma og örorku og veikindi og bara einmitt segja frá og vera sýnileg að þá brjótum við líka múra. Þannig að það er það sem að við vonum náttúrulega með þessum þáttum líka. Akkurat. Já. En þú ætlar að vera svona, þú verður eiginlega svona okkar útsendari kannski fyrir norðan. Það getur vel verið, já. Þannig að þú ætlar að reyna að finna góða vinkla og fólk að tala við. Já, það eru nokkrir sem dettur í hug sem að geti spjallað þeim. Yes. Þessi mál allavega. Hvernig, segðu mér annað, að því þú sagðir að gróin nú væri gróin náttúrulega ekki í hefðbundnu starfi út af COVID-inu. Nei, akkurat. Þannig að það er ekki, þessi hópa hittingar, hafið eitthvað farið þá leið að vera með hittinga bara á Zoom eða gera? Já, þegar við vorum alveg lokaða þá voru daglegir fundir á Zoom. Já. Og þeir halda áfram, að vísu í þessum takmörkunum, en við skiptum þessu upp og skráum hverju vilja koma. Bara til að passa að sé ekki fleiri en 10 í einu. Og aðalega hefur tíminn farið í skipulagsbreytingar og dagskráin aðeins bætt og breytt og aðeins skipulagt fram í tímann. Finnið þið fyrir áhrifum á bara geðrænaþáttinn hjá fólki almennt? Alveg tvímælalaust. Já. Það er meiri félagsleg einangrun. Við verðum að leita leiða til þess að rjúa þá einangrun alltaf bara á sami tíma og við erum að fylgja öllum reglum. Afsakið. En já. Og þetta er náttúrulega djöfull erfitt fyrir marga og miklu færri sem fólk getur hitt
og ég held að sé hérna erfiðast fyrir kannski fólk á elliheimilum og aðstandendur sem að þurfa að takmarka náttúrulega viðveru og hérna bara út af því. Þannig að þetta er búið að vera svolítið krefandi og hérna vonandi bara fyrir þessu að hérna verða að skárra þeirra bólusetningar koma. Ég hef velti fyrir mig líka með hvort að það verði hræðsla við bólusetningarnar. Núna náttúrulega strax nokkrir láti lífið af þessu fullorðna fólki. Akkurat. Þannig að ég finn það, þú veist, með sjálfa mig, ég hef alveg bara svona verið pínu svona, já, vil ekki láta bólusetja mig alveg strax, sko, það var aðeins að sjá hvað gerist. Þannig að ég get ímyndað mér líka fólk sem er að glíma við mikinn kvíða og eitthvað svona, þetta sé. Já, akkurat. Nei, ég sá þessa grein. Þið heldur ekkert æsti að láta bólusetja sig, sko. Ég sá þessa grein einmitt og fannst svolítið sérstak hvernig þessi frétt var skrifuð af því að og þetta lítur út eins og 3 hafi dáið út af bóluefninu en en svo vita þær ekkert það í rauninni. En svo náttúrulega getur bara verið að þetta hafi verið líklega að þetta hafi bara verið frekar gamalt og veikt fólk fyrir. Já, nákvæmlega. Og af því að það er nú þegar búið að bólusetja alveg slatta í Nóri, veit ég. Nákvæmlega. En já, við bara bíðum eftir væntingar eftir því. Já, einmitt. Heyrðu, já, einmitt. Ég bara hlakka til að sjá fyrsta þátt frá þér síðan. En svo kannski verðum við líka eitthvað þáttastjórnendur í sameiginlegu spjalli inn á milli. Akkurat. Þannig að það er gaman. Já. Þannig að ég ætla að köllum þetta kannski gott í bili og ég minni ykkur áhorfendur á að hér yfirleitt á hverju kvöldi er rauðaborði klukkan 20:00 í kvöld. Þannig að og svo ætlum við að reyna að vera hérna á næstunni á mánudögum, miðvikudögum og föstudögum klukkan 3. Verðum með svona hefðbundnara sniði á mánudögum og miðvikudögum en kannski óhefðbundnari á föstudögum. Og við sjáumst bara í næsta þætti. Takk. Takk. Takk fyrir komuna.